Formaður VR segir fyrirtæki og stjórnvöld ekki hafa sýnt á nein spil sem geti komið í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp í haust. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir nauðsynlegt að ná niður verðbólgu. Trump Bandaríkjaforseti hefur ákveðið að hætta við stórfelldar árásir á Íran sem áttu að hefjast í nótt. Hann fullyrðir að viðræður séu hafnar við stjórnvöld í Teheran. Einn stærsti íþróttaviðburður heims, HM í fótbolta, er hafinn. Innflytjendastefna Bandaríkjanna, hátt miðaverð og gengjastríð eru meðal þess sem hafa skikkt á undirbúninginn. Töluvert fleiri börn hafa komið í heiminn á fæðingardeild sjúkrahússins á Akureyri í ár en á sama tíma í fyrra. Við hittum barn númer 210 í fréttatímanum. Mér sýnist að þetta ár ætli alltaf verða svolítið svona stærra en undanfarið ár og undanfarin ár. Tugir listamanna frá ólíkum löndum hafa deilt vinnustofum á Eyrarbakka undanfarnar vikur til að taka þátt í listahátíðinni Stórsjó sem hefst helgina. Komið sæl. Mikilvægasta verkefni stjórnvalda er að koma böndum á verðbólgu að mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Verkalýðsforystan stendur frammi fyrir því hvort segja á upp kjarasamningum því forsendur þeirra er að bresta, segir formaður VR. Stjórnvöld og fyrirtæki verði því að axla ábyrgð, ekki bara launafólk. Verð á matvöru á Íslandi er 55% meira að meðaltali en annars staðar í Evrópu. Fyrir utan Sviss er hér dýrast að kaupa í matinn, segir í yfirstandandi athugun Samkeppniseftirlitsins á dagvörumarkaði. Mjólkurvörur eru 90% yfir meðalverði og kjötvörur 74%. Verð hefur hækkað mjög mikið og það hefur dunið svolítið okkur þessi áróður að það sé bara út á launahækkunum og það er ekki rétt. Iðulega eru það launahækkanir sem elta verðhækkanir en ekki öfugt. Ef þú tekur púlsinn núna, hvernig finnst þér staðan vera? Mér finnst staðan vera frekar þung. Við horfum á það að forsendur kjarasamninga eru að fara að bresta í haust og öllum líkindum til og við í verkalýðshreyfingunni stöndum frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort að við ætlum að segja þeim upp eða ekki. Forsendur kjarasamninga bresta ef neysluvísitalan í ágúst verður ekki undir 4,7%. Fáir trúa því að vísitalan nái því. Verðbólgan á árinu verður 5,2%, segir sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í árlegri úttekt sinni sem hún kynnti í dag. Það verður ekki fyrr en í byrjun árs 2028 sem hún nálgast 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabankans. Stjórnvöldum hefur tekist að mati nefndarinnar að herða taumhald á hagstjórn til að bregðast við aukinni eftirspurn í þjóðfélaginu. Samt sem áður hafi laun, verðbólga og verðbólguvæntingar aukist. Þess vegna verða stjórnvöld að setja tvennt í forgang, segir formaður nefndarinnar. To bring inflation sustainably to target and to strengthen resilience further by further building fiscal buffers and advancing structural reforms. Viðræður eru í gangi milli stjórnvalda, stéttarfélaga og fyrirtækja yfirvofandi forsendubrest kjarasamninga. Það eru viðræður en við höfum ekki séð nein spil sem að gefa okkur fullviss að við munum hafa eitthvað í hendi fyrir haustið. Halla segir stóru fyrirtækin hafa verið að skila mjög góðu búi á sama tíma og fólk glími við verðbólgu. Ríkið hafi reyndar sett verðþak á olíu í sumar en sveitarfélögin hafi hækkað gjaldskrár gríðarlega. Það sem þarf til er að þeir aðilar sem að sögðust ætla að taka þátt í þeirri vegferð að reyna að ná verðbólgu niður og þá eru að horfa á fyrirtækin og hið opinbera sýni það og að þau ætla að axla ábyrgð á þessari stöðu með okkur og þau hafa ekki gert það. Fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar eiga fund með forsætisráðherra á morgun. Fólk sem fréttastofa talaði við í dag sagðist finna fyrir verðhækkunum á matvöru. Kjöt og mjólkurvörur hefðu hækkað mest. Finnur þú fyrir hækkandi mataverði í þinni matarkörfu? Já, bara kannski teila, nei, ég segi ekki, en það er bara vikulega sem við gerum innkaup og þetta í dag bara 6.000 kall fyrir ein máltíð og djús og svona, bara spotteri, 6.006 krónur.
We were expecting it to be a little bit more expensive than in Portugal, of course. It is indeed actually very expensive. We can give you an example. Like, we wanted to try you guys' meat soup, and we bought like a package. And when we were checking out, my boyfriend was like, "What do you mean this is like 30 euros? It's like apples and soup." And only the soup was 20, and it was 2 portions. Ég búin að vera langdvölum erlendis og ég finn ægilega mikið mun hér og niður í Evrópu. Það er verulega mikill. Hvaða vörur það svona helst sem þið bregður við að sjá verðið á hérna heima? Hver það helsta? Ég myndi nú segja til dæmis bara kjöt á grilli, það kostar alveg augun úr hérna. Og svona mjólkurvörurnar, þær eru líka mjög dýrar. Maður yfirleitt að kaupa mjög svipað sko, en það einhvern veginn alltaf aðeins að hækka sko. Og hvað það svona helst sem þið finnst hafa hækkað? Þú veist, ekki bara svona mjólkurvörur og kjöt og þú veist, eitthvað svona basic hlutir sem að maður einhvern veginn þarf samt að kaupa. Donald Trump Bandaríkjaforseti hættur við að ráðast á Íran af fullum þunga. Fyrir í dag hafði hann boðað umfangsmiklar árásir á landið sem áttu að hefjast í kvöld. Síðdegis birti hann svo færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social, þar sem hann dró þessa hótun tilbaka og fullyrti að góður árangur hefði náðst í viðræðum við stjórnvöld í Teheran. Bandaríkjamenn réðust á 3 flutningaskip á Ómanflóa í nótt með þeim afleiðingum að 3 indverskir sjómenn létu lífið. Íranar gerðu hendarárásir á nágrannaríki og hafa varað við því að vopnahlið milli þeirra og Bandaríkjanna hafi litla þýðingu í ljósi upptaka átakana síðustu sólarhringa. Leo Páfi lagði áherslu á málefni flóttamanna og heimilislausra í opinberri heimsókn sinni til Spánar. Hann hitti einnig þolendur kynferðisofbeldis innan kaþólsku kirkjunnar. Heimsókn Páfa lýkur á morgun. Þó að Spánn sé sögulegt vígi kaþólskrar trúar í Evrópu hefur hlutfall þeirra sem telja sig kaþólska lækkað frá síðustu heimsókn Páfa fyrir 15 árum úr rúmlega 70% í 56% samkvæmt nýrri könnun. Aðeins 18% af þeim segjast iðka kaþólska trú. Páfinn hóf heimsóknina í höfuðborginni Madrid þar sem konungshjónin tóku á móti honum. Í ræðu hrósaði hann Spánverjum fyrir fastheldni þeirra við frið og samstöðu meðal þjóða. Majestades, altezas reales, señores y señores, expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos. Yfir 1 milljón manna safnaðist saman á Síbelestorgi á laugardag til að hlýða á messu Páfa og borgarstjórinn afhenti honum lykilinn að borginni. Hann hitti þolendur kynferðisofbeldis innan kaþólsku kirkjunnar og ávarpaði loks spænska þingið, fyrsti páfinn sem gerir það. La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. Samúð páfans með flóttamönnum hefur fengið harða gagnrýni Bandaríkjaforseta. Afstaða páfa rímar þó vel við stefnu ríkisstjórnar Spánar sem vinnur meðal annars að því að löglega stöðu að minnstakosti 0,5 milljónar ólöglegra innflytjenda. Í gærkvöldi messaði páfinn í Sagrada Familia kirkjunni í Barcelona fyrir 8.000 gesti. Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria. Hann vígði nýjasta og hæsta turn kirkjunar við hátíðlega athöfn. Páfinn kom til Kanaríeyja í morgun í fyrsta skipti og lýkur ferð sinni á Tenerife á morgun. Samkomulag þinglok liggur enn ekki fyrir. Samkvæmt starfsáætlun á að fresta þingi á morgun en útlit fyrir að það starfi áfram í næstu viku, hið minnsta. Starfsáætlun þingsins gildir ekki frá og með morgundeginum. Helsta bitbeinið í viðræðum þinglok frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi. Stjórnarandstæðan vill einnig sjá ákveðnar breytingar á frumvarpi innviðafélag. Stjórnarandstæðingar hafa rætt samgönguáætlun í allan dag og halda því væntanlega áfram þar til samkomulag næst. Farþegum frá löndum utan Schengen nú gert að gefa lífkenna upplýsingar við komuna til Íslands.
Nýtt landamærakerfi auðveldar yfirvöldum að bera kennsl á þau sem ekki mega koma inn í landið. Nýtt landamæraeftirlitskerfi var tekið í notkun á Keflavíkurflugvelli í október. Andlit og fingraför fólks utan Schengen-svæðisins eru skráð í það með rafrænum hætti við komu og brottför. Undanfarna mánuði hefur þetta verið gert handvirkt en í haust verða sjálfsafgreiðsluvélar teknar í notkun. Vegabréfið skannað, svo er verið að keyra upplýsingar þar í erlenda gagnagrunna. Fólk þarf svo líka að gefa lífkenni þannig að það mun gefa fingraför, setur höndin í hann undir og svo er ljósmyndataka. Og þessar upplýsingar allar fara í grunninn og viðkomandi svo sendur í kjölfarið á landamærahlið þar sem að landamæravörðurinn staðfesta upplýsingarnar og þá fær viðkomandi landgöngu eða eftir atvikum þarf að fara í nánari skoðun. Kerfið hefur verið tekið í notkun í öðrum Schengen-ríkjum og valdið talsverðum töfum í landamæraeftirliti. Það er eðlilegt þegar svona stórt verkefni í gangi og með innleiða og mörg önnur ríki líka að þetta tekur tíma en ávinningurinn við erum strax fann að upplifa hann hérna á þessari landamærastöðu að Keflavíkurflugvelli vegna þess að ef við styrkjum ytri landamærin og öll ríkin eru að gera á sama tíma þá mun það náttúrulega líka hindra það að óæskilega aðilar séu að komast inn á svæðið. Kerfið tengist bæði SIS-kerfinu sem er sameiginlegur upplýsingagrunnur Schengen-ríkjana og gagnagrunni Interpol þar sem skráðar eru upplýsingar fólk sem er eftirlýst. Þess að þegar þú skráir þetta inn í grunninn að þá er mjög erfitt fyrir viðkomandi að komast í gegnum ytri landamærin þó sem hann sé jafnvel búin að kannski fá sér nýtt vegabréf eða breyta nafn vegna þess að við erum með að afrita af lífkennum viðkomandi og þú ert ekki að fara að breyta þeim. Það þurfa ekki allir að nota nýja tækjabúnaðinn. Íslendingar og ríkisborgarar í EFTA og EES-ríkjum fara í gegnum sjálfvirku ABC-hliðin sem er öllu fljótlegra. Þú setur bara vegabréfið þarna inn og nú er hann að skanna og draga fram upplýsingar. Ljómandi. Velkomin heim. Takk fyrir. Himinhátt miðaverð, innflytjendastefna Bandaríkjanna og gengjastríð í Mexíkó eru meðal þess sem hafa skikkt á undirbúning eins stærsta íþróttaviðburðar heims. HM í fótbolta er hafið. Það sem hefur eflaust verið mest áberandi í aðdraganda mótsins er miðaverð sem er margfalt hærra en það var í Katar fyrir 4 árum. Dýrasti miðinn þar kostaði 200.000 krónur en dýrasti miðinn í ár kostar tæplega 33.000 bandaríkjadali, ríflega 4 milljónir króna. Þetta er 20.000 hærra verð en í Katar. Skýringin er í stuttu máli kvik verðlagning, því oftar sem leitað er að miðum á sölusíðum, því hærra verður verðið. En eru mörg þúsund miðar óseldir. It's stupidly expensive, not affordable for anybody that lives here, especially with the economy how it is right now. So especially with the traveling, we're not from here, so it would cost us even more money. Margir leikmenn og aðdáendur voru uggandi yfir harðri innflytjendastefnu Bandaríkjastjórnar og höfðu áhyggjur af því að verða ekki hleypt inn í landið. Það kom á daginn. Leikmenn, starfslið og aðdáendur hafa átt erfitt með að fá dvalarleyfi. Það vakti athygli að sómalski dómarinn Ómar Artan var tekinn af mótinu eftir að hafa verið neitað að koma til Bandaríkjanna þrátt fyrir gilda vegabréfsáritun. Honum var hlýlega tekið þegar hann kom aftur til heimalandsins í gær. laakiin waxaa rabaa si gooniya inaan dalkeena shacabkeena Soomaaliyeed iyo dowladeena ugu mahadceliyo garab istaagooda taageeradooda. Lið Írans hefur líka lent í erfiðleikum út af átökunum í Mið-Austurlöndum. Samkvæmt ríkisfjölmiðli landsins var 15 í starfsliðinu neitað dvalarleyfi. Liðið hefur fært æfingabúðir sínar frá Bandaríkjunum til Mexíkó vegna þessa. Þrátt fyrir það eru allir leikir þeirra í riðlakeppninni spilaðir í Bandaríkjunum. Skipuleggjendur hafa einnig áhyggjur af veðrinu en það getur orðið heitt í þessum heimshluta á sumrin. Aðeins 3 af 16 leikvöngum eru útbúnir loftræstingu. Og opnunarleikur mótsins stendur nú yfir þar sem Mexíkó og Suður Afríka mætast. RÚV fjallar mótið á öllum sínum miðlum og Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður er búin að finna HM-stofuna hérna á öðrum stað í húsinu. Já, við erum hérna í stúdíó A þar sem verður nánast eitthvað í gangi það er komið mark í mótið. Ég ætla að segja að settið er augljóslega tómt, enda eru sérfræðingarnir búin að koma sér vel fyrir hérna. Þetta séð þú
stjórnar stofunni. Við komum inn á góðum tímapunkti. Hvernig fer þetta af stað? Herri, þið komið beint inn í fyrsta mark þessa heimsmeistaramót sem Mexíkó var að skora á sínum sögufræga Azteca-velli. Þannig að við erum komið með fyrsta markið á frábæran tíma. Þetta alveg risastórt heimsmeistaramót, það stærsta hingað til. Hverju mega áhorfendur búast við í sumar? Já, þetta er risamót. Við hefum aldrei farið inn í svona stórt mót og við erum bara svona rétt að byrja og eftir að sjá algjörlega hvernig þetta er. En þetta er með 104 leikir og við verðum með stofu í kringum alla helstu leiki, HM kvöld á hverju einasta kvöldi og við ætlum að reyna að missa ekki af neinu. Þannig að fólk verður bara að vera með. Eins og glöggir sjá þá ertu með svona góðan hóp með þér hérna. Já, hverjir verða sérfræðingar í stofunni í sumar? Já, hér eru bara sérfræðingar sem við sjáum úr efstu hillu. Hérna eru Eiður Smári, Óskar Hrafn og Albert Brynjar eru með okkur í kvöld. Svo eru líka Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari og Adda Baldursdóttir. Við Helga Margrét skiptumst svo á að vera hérna. Þannig að það verður bara alvöru lið og svo erum við alls konar hérna lýsendur, Kjartan Henry, Hörð Magnússon sem er að lýsa núna og Ólaf Kristjánsson. Þannig að það er góður hópur hérna af fólki í kringum þetta mót. Það hleypa þér aftur í að horfa á leikinn, svo missir ekki af marki, en það er ekki bara fólki fyrir framan myndavélina sem að skiptir máli. Því hún er hérna, konan sem að öllu stjórnar. María, hvernig er undirbúningurinn fyrir svona stórt mót? Hann tekur marga mánuði. Það voru mjög mikið að gera síðustu daga, síðustu sólarhringar hafi verið langir, en það er bara, já, mörgkondan líta allt frá bara hönnun og þangað til við byrjum útsendingu, sko. Þannig, og hvað eru margir sem koma að þessu, já, í hverri útsendingu? Við erum svona 20 á degi hverjum sem erum hérna stöndum vaktina alla daga. Og nóg að gera? Nóg að gera, já. Þá ætlum ég að sleppa þér aftur í það og þessi leikur er á RÚV 2 þessa stundina og við kveðjum héðan úr stúdíóa. Takk fyrir þetta, sannkölluð íþróttaveisla framundan. 56 fleiri börn hafa komið í heiminn á fæðingardeild sjúkrahússins á Akureyri en á sama tíma í fyrra. Deildarstjóri segir aukninguna mjög ánægjulega eftir lægð undanfarin ár. Þetta er sonur okkar. Fæddist núna fyrir 28 til 30 tímum. Litli drengurinn þeirra Sveinbjörns og Silvíu er barn númer 210 á fæðingardeild SAK í ár. Fæðingar þar sem af er þessu ári eru meir en 35% fleiri en í fyrra. Hafið þið einhverja hugmynd hvað veldur? Nei, við höfum enga hugmynd. Ég held þetta sé bara þessi eðlilega sveifla sem er alltaf í fæðingum. Það er alveg, það koma svona toppar og svo koma lægðir og það er alltaf þannig í gegnum árin. Á Landspítala hafa fæðingar nánast staðið í stað milli ára. Það bil 1300 börn fæddust þar á fyrstu 5 mánuðum ársins. Frjósemi á Íslandi hefur verið mæld síðan 1853. Hún hefur aldrei verið eins lág og hún var 2024 og 2025, samkvæmt Hagstofu Íslands. Því er þessum stóra hópi nýbura á Akureyri fagnað sérstaklega dátt. Ingibjörg segist ekki eiga von á að það dragi úr á árinu. Mér sýnist að þetta ár ætli alltaf verða svolítið svona stærra en undanfarið ár og undanfarin ár. Ingibjörg segir 2 vaktir standa upp úr. 31. mars fæddust 7 börn, 6 stúlkur og 1 drengur. Þriðjudaginn 9. júní var svo mikið að gera og 6 drengir komu í heiminn. 3 þeirra vildu ólmir komast í fang foreldra sinna á sama hálftímanum. Fyrsta fæðir hérna 306 inn á þessari stofu, bara fullbúin fæðingstofa. Önnur fæddi á fæðingstofu sem er hérna hinum megin klukkan 3:16. Og þriðja þurfti að fæða hérna bara á svona venjulegri sængulegu stofu klukkan 3:26. Hvernig var þetta hjá ykkur? Gaf hann mikið búið að hunda sér? Nei, hann gerði það ekki. Ég held nú ekkert að hann kemur fyrir bara kannski í dag. Það er búið að ganga svo hægt, þetta er bara loksins. Hann rauk á stað og gerðist bara innan við klukkutíma held ég. Já. Já. „35 alþjóðlegir listamenn gista á Eyrarbakka þessa dagana til að taka þátt í menningarviðburðinum Oceanus eða Stórsjór sem fer fram í 5. sinn. Já, Eyrarbakki, menning og list, hér verður mikið að vera helgina. 35 listamenn frá ólíkum heimshornum hafa dvalið á Eyrarbakka frá 15. maí til að vinna sín fjölbreyttu listaverk sem líkur með sýningum, gjörningum, tónlistarviðburðum, opnum vinnustofum og fjölbreyttri dagskrá fyrir almenning nú helgina og næstu helgi.
Hátíðin listamannareki frumkvæði sem byggir á samveru, samstarfi og tengingu við staðinn. Á hverju ári breytist Eyrarbakki því lifandi samfélag listamanna þar sem ný verk, samtöl og vináttubönd verða til í nánu sambandi við sögu þorpsins, náttúru þess og íbúa. Þetta sem sagt svona vinnustofa í mánuð þar sem að listamenn eru saman og skapa og vinna og borða og tala og síðan endar þetta allt saman með sýningu þar sem að afraksturinn er sýndur og það er núna á laugardaginn. Þetta er voða skemmtilegt og við svona reynum að vinna sem mest með samfélaginu líka og mikið með skólunum og leikskólunum og bjóðum fólk velkomið að kíkja til okkar bara hvernig sem er. Og Ástæði sjálf var sjálfsögð með verk á sýningunni og það er Sofía líka en hún málar myndir. Þetta er algjörlega frábært, þetta er einstakt, alveg bara og svona mikið svona lyftistöng fyrir Suðurland myndi ég segja. Ég er mikið svona Suðurlandsmanneskja. Og Ragnar sem býr í New York lætur sig ekki vant á Eyrarbakka þegar menning og list er annars vegar. Ég er að mála hérna á annan vegg sem er fyrir aftan mig og þetta ég er semst búin að framkalla vættir og verur sem eru svona minn hugar heimur sem að koma hérna upp á land og sjónum og koma til þess að boða mér að jafnvægi og frið og meiri meðvitund umhverfis væna hugsun. Það er rosa gaman að koma og gaman að koma á Eyrarbakka. Þetta er frábær staður og það er búið yndislegt að vera hérna í þennan tíma. Einn af listamönnunum kemur alla leið frá Máritíus til að taka þátt í verkefninu á Eyrarbakka. We have something in common. I come from a small volcanic country. Here the same. We have some similarities and I like to be here. You like Eyrarbakki? Yeah, very much. It's a wonderful village. Og það er spáð blíðskaparveðri víða á landinu á morgun. Birta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur, hvar verður veðri best? Það er útlit fyrir að seinnipartinn þá verði bjart í höfuðborginu og möguleika á að sjá fyrstu 20 stig þessa árs. En það er ekki átt að segja það sama á norður- og austurlandi. Það er norðlega átt á morgun og það er útlit fyrir, það er að kólna frá því sem var í dag. Og það er einnig einhver súld eða lítilsháttar rigning á morgun. En sunnan og vestan til byrjar dagurinn skýjað, þannig að þetta er væntingastjórnun að ekki örvænta í fyrramálið skýjað, en síðan upp úr hádegi þá svona gefur aðeins í norðanáttina, gæti blásið á Seltjarnarnes ef við erum að hugsa höfuðborgina, en síðan ættu skýin að rofa til Hreinsvestafjöllunum og seinnipartinn að þá á svona ná hámarkinu 19-20 gráður. Og gætu hitamet fallið? Ég býst ekki við því, en ég býst við að þetta gæti orðið góður sumardagur til þess að nýta. Og svo er helgin, sérstaklega laugardagurinn, alveg mjög flottur all land. Hægur vindur, bjart, 12-18 stig, bara víð land og sól. Er eitthvað sem gæti komið í veg fyrir þessi spá rætist? Það getur alltaf eitthvað hnikast til. Það er alveg gæti orðið eitthvað skýjað, það gæti orðið á morgun 18-19 stig, en svona þetta virðist allt benda í þessa átt. Og ég er bjartsýn fyrir helginni. Við vonum það. Sjáum kannski einhvers staðar lokað vegna veðurs. Vonandi verður engin veðurteftur í þessu. Takk fyrir þetta, Birta Líf. Takk. En þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Heimsmeistaramót í fótbolta snýst ekki bara fótbolta. Við tölum hinar hliðarnar í Kastljósinu í kvöld. Svo hittum við mann í Svarfaðardal sem langaði læra á saxofón en endaði sem organisti og snýr sér nú að fuglaljósmyndun. Þetta er sambland af áhuga á náttúru og svo líka bara áhuga á innveru. Man losnar við stress og það er eitthvað svo magnað að vera einn með náttúrunni. Og það er nóg í boði í íþróttum kvöldsins og við skulum líta að helsta. Heimsmeistaramót karla í fótbolta er hafið og framundan eru 104 leikir á rásum RÚV. Fyrsta opnunarhátíðin var í dag. Spennan magnast í úrslitaeinvígi NBA-deildarinnar. New York Knicks og San Antonio Spurs mættust í fjórða leiknum í nótt. Bikarinn gæti farið á loft í næstu viðureign. Og bikarkeppni karla í fótbolta er í fullum gangi. 8 liða úrslitin hófust í gær. Afturelding skrifaði þar nýjan kafla í sinni bikarsögu. Íþróttir hér eftir fréttir. Og áður en við kveðjum ykkur skulum við venju samkvæmt rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma.
Formaður VR segir fyrirtæki og stjórnvöld ekki hafa sýnt á nein spil sem geti komið í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp í haust. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir nauðsynlegt að ná niður verðbólgu. Trump Bandaríkjaforseti hefur ákveðið að hætta við stórfelldar árásir á Íran sem áttu að hefjast í nótt. Hann fullyrðir að viðræður séu hafnar við stjórnvöld í Teheran. Einn stærsti íþróttaviðburður heims HM í fótbolta hafinn. Innflytjendastefna Bandaríkjanna, hátt miðaverð og gengjastríð eru meðal þess sem hafa skikkt á undirbúninginn. Töluvert fleiri börn hafa komið í heiminn á fæðingardeild sjúkrahússins á Akureyri í ár en á sama tíma í fyrra. Við hittum barn númer 210 í fréttatímanum. Mér sýnist að þetta ár ætli alltaf verða svolítið svona stærra en undanfarið ár og undanfarin ár. Og tugir listamanna frá ólíkum löndum hafa deilt vinnustofum á Eyrarbakka undanfarnar vikur til að taka þátt í listahátíðinni Stórsjó sem hefst helgina. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ruv.is. En við þökkum ykkur samfylgdina, hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Miðstöðin, Siggi Gunnar stýrir lifandi þætti dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir. Poppstjörnur á skjánum, heimildaþáttur þar sem hringt í tónlistarmyndbönd poppstjörnuna Robbie Williams. Kjarnakona, A Woman of Substance, ný bresk dramaþáttaröð byggð á samnefndri skáldsögu eftir Barbara Taylor Bradford. Emma Hart starfar sem húshjálp í Yorkshire í byrjun 20. aldar. Með mikilli seiglu vinnur hún sig upp úr fátækt og byggir upp alþjóðlegt viðskiptastórveldi. HM kvöld, samantekt frá leikjum dagsins á HM karla í fótbolta. Lögregluvaktin, Chicago PD, leikinn þáttaröð líf og störf